Arnar, þetta hófst inn í dag, við byrjum bara á leiknum í kvöld, þetta svona þeir sigur bara fram úr í seinni hálfleik, hvað var málið þar? Mér finnst það bara ekki góður í fyrri hálfleik. Haukarnir kom út af miklu meiri kraft en við, sundur spiluðu okkur á köflum og við vorum bara svona hálf andlausir. En hvað er það sem að gerist það seinni hálfleik? Er það alveg bara þetta, stíð upp eða? Já. Það ekkert flóknara en það? Nei, við breytum einhverju, það gerðum ekki neitt, við bara töluðum aðeins að menn getur horft upp í stúk og sjaldan sem við erum í marga áhorfendur á deildarleik á útivelli og það sýnir bara að þeim langaði þennan titil og það var eins gott að menn myndu bara drattast til að rífa sig þessu upp og gera þetta fyrir fólkið sitt. Þessi titill er svo titill sem flestir leikir á baki og það lítur að vera því leyti sérstakur. Já, við fáum heimavallarréttinn og við höfum verið góðir upp á síðkasti heima og við þurfum að halda því áfram komandi inn í úrslitakeppni. Og nú er ljóst að Grindavík sem þið fáið jafnvel úrslitum, hvernig líst þér á það? Bara hörkulið, hörkumannskapur og við þurfum að mæta virkilega gíraðir. Þið er að fá fanbaseinn svona svolítið með ykkur náttúrulega í bikarnum og síðan hérna þrjusum mæting, þetta lítur að vera gott veganesti. Þetta er frábært, algjörlega frábært. Og munar rosalega þegar er ykkur til að styðja og þú getur glatt eitthvað fólk með að leika þér íþróttum, það er rosa gaman. Og úrslitakeppnin er náttúrulega besti tími ársins, eða ekki? Yndislegur, fer ekki betra að vera. Ég vil koma inn og ég vil bara óska Ívari til hamingju með það sem hann gerði hér. Hann er búinn að standa sig frábærlega, hann tekur liðið upp á fyrstu deild, hann býr til óhemju magna leikmönnum hérna sem eru flottir. Þú veist, margir strákar hérna sem hafa komist á það að fá að spila landsleiki hjá honum. Hann fer með liðið upp á fyrstu deild, hann fer með í finals, hann fer með undanúrslit í bikar, hann vinnur deildarmeistaratitil. Og ég vil bara óska honum til hamingju með það góða starf sem hann hefur gert hér.